Heyri, ég ætla að hoppa í Efesusbréfið og ég ætla að tala það sem við myndum kalla boðskap okkar trúar. Það nefnilega oft misskilningur hjá fólki sem halda að boðskapu trúarinnar eitthvað verk, sem halda, já, ég þarf ekki að heita þetta, sem halda að boðorðið sé okkar trúar. En það ekki sama að segja að elska náungan sé það boðorð trúarinnar að elska náungan, en það ekki boðskapur sem við að flytja öllu fólki í Kristi Jesú. Þetta tvennt ólíkt, sko. Annað boðskapur, hitt boðorð. Ég ætla að koma inn á boðskap trúarinnar, sem þess virði að segja öðrum frá. Og þar hoppum við í Efesusbréfið 2:8-10. Og þetta í raun og veru stærsta opinberun bara mannkyn sögunar. Það þegar Páll póstuli á ferð sinni til Damaskus og þá kemur Jesú Kristur og opinberunum þennan leyndardóm. Og þetta eins og að mínum mati, þetta stærsta opinberun mannkynssögunar. Því af náð þér hólpin orðin fyrir trú. Þetta ekki ykkur að þakka, það Guðs gjöf. Ekki byggt á verkum, enginn skal geta mikla sig af því. Og svo segir hann í versi 10, við smíð Guðs sköpuð í Kristi Jesú til góðra verka sem hann hefur áður fyrirbúið til þess að við myndum leggja stund á þau. Þetta rosalega góð vers. Það alveg að vinna með þessi vers. Náttúrulega ég hefði alveg getað tekið bara vers 8 og 9, en þá værum við að bjóða upp á einhvers konar smá súpernáða boðskap. Þannig að ég ætla samt að taka líka vers 10 með. Ef við tökum bara vers 8 sem dæmi, Páll að segja, því að náð hólpin orðin, og ekki hvað þýðir bara náð, ef við tökum það bara eins fyrir. Náð þýðir að þú færð eitthvað sem þú átt ekki skilið og hefur ekki unnið fyrir. Þú hefur ekki verðskuldað það að Jesú komi hingað í heiminn og dáið fyrir syndið þínar. Það náðin. Náðin gengur bara út af það að þetta gjöf frá Guði. Og líka þú sérð eins og ef við tökum bara sem dæmi, af því að við sjáum þetta í Guðspjöllunum, og sjáum við annar ræningjan á krossinum. Hann segir við bara Jesú, minnstu mín þegar þú kemur í paradís. Og þá segir Jesú, í dag verð þú með mér í paradís. Ræningin verðskuldaði það ekkert. Hann var að taka út sinn dóm. En hinn ræningin, hann tók út sinn dóm og fór bara. Þetta tveir menn sem voru báðir dæmdir ræningjar. Barrabas átti að taka út sinn dóm, en Jesú tók á sig þann dóm sem hann átti skilið að taka á sig. Og ef þið horfið á orðið Barrabas, bar því sonur, Abba því faðir. Hver var hins, og Jesú var hinn raunverulegi sonur föðursins. Það var Jesú Kristur. Tók á sig dóminn sem að Barrabas átti skilið að taka á sig. Og í raun og veru þá getum við hort á þetta líka sem andlega mynd fyrir okkur, að við í raun og veru Barrabas á einn eða annan hátt. Því að hann tók á sig dóminn okkar. Og svo bara vers 10, þetta ekki byggt á verkum. Þú getur reynt það. Þetta bara 613 reglur. Bara gangið vel. Guð blessi þið bara. En ég veit að ég get ekki náð að halda því. Enda var það Jesús sem hélt það fyrir mig. Hann uppfyllti það fyrir mig á krossinum. Og svo segir hann í versi 10, við smíð Guðs sköpuð í Kristi Jesú til góðra verka sem hann hefur fyrirbúið til þess að myndi leggja stund á þau. Af því að ef ég teki bara vers 8 og 9 sem eiginlega bara náð, þá hefðu geta verið að bjóða upp á einhvers konar, ok, má ég bara haga mig bara hvernig sem bara því að náðin svona mikil. Nei, fjarri fer því, segir Páll í Rómarbréfinu 7. kafla. Þetta ekki þannig, við sköpuð í honum. Jesú myndi aldrei segja okkur á einn eða annan hátt að gera eitthvað óguðlegt. Þess vegna hann í okkur og verkar í okkur til þess að við endurspeglum dýrð hans til vegsemdar. Þess vegna gengur kristna lífið út á. Ekki út frá einhverju lögmáli núna, nei, þetta gengur út á því að þú þarft að lifa honum til dýrðar í verkum þegar þú fer síðan hérna út og þú fara að endurspegla dýrð hans og endurspegla hann í þér.